Hjertanlega velkomin og sérstaklega Steinu út í Vasulka til að koma hérna með að vera með okkur í dag. Ég heiti Harpa Þórsdóttir, nýtekið við sem safnstjóri Listasafns Íslands og í dag alþjóðadagur safna í öllum heiminum og það svona dagur sem við hér á Íslandi ætlum að smátt að tileinka okkur betur. Við höfum líka haft íslenskan safnaðar á sumum, en nú höfum við gengist inn á þann sporbaug sem erlend safnaðar líka á. Og þess vegna erum við hér í dag. Við erum svo heppin að bæði að Steina og Búti hérna með okkur. Og það var því gráð upplagt að nýta þennan dag til þess að fá spjall, hugmyndir, heyra sögur og fleira. Mér langar að vera aðeins persónulega þegar ég verið að koma aftur til starfa. Ég vann hérna á árum áður, hérna frá 2002 til 2008. Þá voru Ólafur Kvarana safnstjóri og svo Halldór Björn. Og það var þá sem ég kynntist fyrst verkum Steinu og Búti. Það var þetta verk Steinu, Mossan Glada, það var nýbúið að kaupa þetta í safni og það var sýnt í þessum sal og ég man eftir hvað mikið upplifði fyrir mig sem ungan listfræðing að kynnast því hversu flókin þessi veröld út frá tækni og ýmsu þegar það kemur uppsetning og sýninga. En allt hafðist þetta lokum og það alltaf ákveðin prófraun þegar myndlistarmaður kemur að verkum eins og vídeóverkum og rafrænum verkum og segir að þetta sé gott, þetta sé í lagi. Og það átti svo sannarlega við þegar við svo nokkrum árum síðar, þegar Halldór Björn tekur í starfi fórstjórans, settum hérna upp í salnum, kjarnasalnum uppi, verkið Oft en Oft, sem var mjög vel heppnað og algjörlega ógleymanleg sýning. Ég svo ánægð að hafa komið að þeirri uppsetningu og af því ég veit að þetta var eitt af þeim skiptum það sem að Steina var sjálf mjög ánægð með uppsetningu og við ræddum aðeins saman í gær það og hún staðfesti það og svo var. Ég ætla ekki að hafa þetta langt, það er stór dagskrá framundan. Ég vona bara að þið njótið vel og hvet ykkur endilega til að fylgjast með því starfi sem hér fyrir fram í skráningu og varðveislu á verkum hjónanna. Og ég sem búin að vera þarna í örfáa daga, þeir dagar eru mjög dýrmætir til þess að fá að synda eins og fiskur og finna svona hvernig straumurinn og liggur í gegnum stofnunina. Og ég get sagt ykkur að mesti og stærsti nefnslátturinn, hann liggur þarna. Hann liggur þar sem verið að taka á móti verkum hjónanna, þar sem verið að taka við beiðnum rannsóknir og fleira utanfrá til þess að komast í gögnum, kynna sér þessa veröld. Og þetta góðs viti og ég veit að skiptir okkur öll máli fyrir þessa sögu. Ég vil ekki vera hátíðleg, ég að finna ég að komast upp á það stig. En vil bara byrja Kristínu og taka við þarna og koma þessu á öðrum plan. Öðru litla ræðu því að Steina óskaði eftir þetta yrði óformlegt. Þetta yrði bara á svona mannamáli og hún bað á endanum að systur hennar myndi vera boðnar hérna til að tala við hann og ég ætla aðeins að vera hérna líka að leiða þetta. En svo þetta nú aðalega Steina að fara að segja okkur frá verkunum sínum og þá Pyroglyphs hérna sem hérna fyrir aftan okkur. En ég er búin að vinna við Vasulkustofu núna á 4. ár og það hefur bara verið ótrúlega góð lífsreynsla og kannski stækkað í allar áttir meir en ég átti von á og þegar við tökum við þessu fyrst, Halldór Björn þá safnstjóri, þá áttum við kannski ekki von á að þetta myndi vaxa í allar áttir í einu. Og ef ég á að segja einhvern svo þá erum við bara á þannig tímamótum að við erum svolítið að fara bara í stefnumótun og sjá hvað þessi deild á að gera. Af því það er alveg ótrúlega mikil ásókn í efnið. Og við erum komin í samstarfi við alls konar stofnanir út allan heim og þetta er bara ótrúlega spennandi vinna. En ég bara hvet fólk að koma niður í Vasulkustofu og fá að kíkja hans arkívið. En ég ætla bara að biðja hana Steina að koma og systurinnar og við ætlum að kannski Steina byrjar bara aðeins að segja frá hvað hún vill tala En ég takka þér kærlega fyrir Steina að vilja taka þátt í þessu spjall í dag. Það sem ég langaði að spyrja fyrst,
svona, svo kannski tekur þú bara við. Oft hefur nú notað fleiri en eitt skjá. Það eitthvað svona sem hefur bara komið smá saman eða gerðist það svona strax? Því ég var að lesa viðtal, Gene Youngblood tók viðtal við þar sem þið voru að dröslast með marga skjá í leigubílum á milli staða. Getur hann sagt okkur frá þessu? Það fyrsta sem við keyptum okkur þegar við vorum byrjuð á vídeo var audio synthesizer og það var bara út af því að við gátum fengið lánað hjá atvinnuveitanda Woodys, hann spurði náttúrulega ekki leyfi og smám saman enduðu öll videótækin hjá okkur en ekki audio. Svoleiðis að við keyptum það fyrst og það næsta sem við keyptum voru 3 monitorar, 3 í einu. Og þeir voru keyptir af manni sem rak restaurant sem hét Max's Kansas City og ég vissum að sum ykkar kannast við þann stað. Andy Warhol var alltaf með hirðinni sinni á hverju kvöldi. Og svoleiðis við byrjuðum með því að hafa 3 monitora. Svo við höfðum aldrei neitt annað val eins og mér finnst. En svo var líka hitt sko að ég hef alltaf spilað kameramúsík eins mikið ég getað og það alltaf fleiri raddir. Svo það kom bara strax að ég að hafa margar raddir þegar ég gerði vídeo. En kannski það líka eitthvað allt annað, Guð veit hvað, akkur. Spurðum einhverja betri spurninga. Ok, þá ég með aðra sem ég finnst persónulega mjög áhugavert af því að núna í arkífinu til dæmis með svona storyboard eða svona score sem þú gerði með Elevator Girls. Gerðir það oft? Varst að hugsa verkin áður eða gerðist þetta þegar þú varst að vinna verkin á tölvunni? Sko það frekar óvenjulegt að ég noti storyboard. Ég örvhent og lesblind og ekkert svona sérstaklega góð með, ég kann til dæmis ekki að teikna og hafi nokkuð með það að gera og ég hafði gott minni. Núna myndi ég þurfa að skrifa það niður, það er farið. En yfirleitt þá vinn ég svoleiðis að ég vinn með tóman heila og tómt heilarúm og tóman líkama og byrja bara að hugsa hvað ef að ég gerði þetta og gerði það, nei, ég gerði hins einu og þá kemur maður inn í þetta dásamlega fyrirkomulag á líkam á sál að maður fyrir að leika sér og ok, þetta gæti gengið, svo ég hef aldrei það sem kallað preconceived ideas, ég bara hef þar ekki, ég veit aldrei hvað ég vil gera. Stundum bara maður að hugsa það svolítið svona það væri nú gaman ef og svo gerir maður eitthvað sem alveg ómögulegt og hættir því strax og fer út í þetta þennan leik. Svoleiðis að ég hef oft spurt aðra listamenn þetta því þetta svolítið skemmtilegt að hugsa það. Það eru listamenn, mjög góði listamenn sem eru búnir alveg að komponera allt saman áður en þeir byrja og svo eru hinir svona eins og ég sem ekki hafa hugmyndum hvað þeir ætla að gera þegar þeir byrja og svo það engar reglur og ekkert betra og verra með það bara svona. Já, allavega það sem maður hefur séð líka, það sem Woody hefur gert eins og Art of Memory, þetta sem við erum með til sýnis niður í borðinu í Vatnslökastofu, það eru sko margar bækur fyrir eitt verk, þannig að þetta var svona áhugavert að sjá hver svona mismunurinn væri á ykkar störfum. En mér langar að hvort að systurnar séu með einhverja spurningu, því svo viljum við bara fá þig til að setjast inn í stólinn og sýna okkur. Eru þið með einhverja spurningar til hennar? Mér datt nú bara í hug, hvernig datt ykkur þetta í hug? Datt hvað í hug? Að djöfla svona með vídeo og sjónvarpstæki og eitthvað sem gekk fram og tilbaka og ég var hálfblind á að horfa á þetta og ég verð að segja að við vorum mjög umburðarlynd í fjölskyldinni þegar Vasulka hjónin komi alveg hreint happy sko, við sjáum þetta. Steinir útskýrði einhvern tímann við erum að nota það sem að trufla aðra
á sjónvarpsskærminum. Ég kann ekki alveg frá þess að segja, þú er bara að segja frá, að þú notaðir einhverju tíðni sem allir aðrir vildu losna við venjulegir sjónvarpsáhundur. Já, það var eitt af okkar stóru uppgötunum að við gátum hreyft skærminn inn í skærminum. Við getum tekið hann út úr rammanum og látið hann svona renna í gegn, svona eins og alltaf í gamla daga þegar maður var að horfa á verkilegt sjónvarp, þá kom alltaf þessi vertical roll. Við gátum ekki haft horizontal roll. Og þetta var náttúrulega til þess að eyðileggja alla gleði út af einhverju frásögn, einhverju svona narrativ sem að sjónvarpið hefur alveg automatist. En hvað sagðir þú? Hvað sagðir þú, Greið? Ég sagði hvernig datt ykkur þetta í hug. Já, sko, ég var svo fegin að komast út úr fiðlunni. Þið getið bara ekki ímyndað hvað það er að vera professional fiðluleikari. Það er ekkert nema svakaleg vinna fyrir lágt kaup og svo var ég komin þarna til Manhattan og það eina sem ég gat virkilega fengið voru svona einhverjir svona Gilbert og Sullivan eða Johann Strauss. Það var alveg hræðilegt að spila svona skemmtimúsík og ég sem svona vil ég ekki lifa af minni, hvað á ég að gera? Og þá var Vassjóka byrjaður, herra Vassjóka, byrjaður að leika sér með vídeo og hann kom heim, fyrst kom hann heim með Jethro Tull sem var fín rock'n'roll grúpa og svo næstur hann fór út í Fillmore East, þá kom hann tilbaka með Jimi Hendrix sem að mér hafði aldrei líka við þangað ég sá hann eins og vídeo, hann var bara alveg að það var eins og kraftaverk og ég fyrir ekki að missa af þessu fyrir einhverja fiðlu sem að mér ekki einu sinni líkar að spila á lengur. Svo þannig byrjuðum við og Wood hafði hann ekki beint dottið í hugan, hann myndi bara fara út á götu og taka myndir því að hann var þó alltaf í filmskóla og útskrifaður. En ég fór bara að vaða þarna út allt og sérstaklega voru þarna þessir, hvað heitir transvestite? Klæðskipti? Já. Og svoleiðis fólk sem að vildi fá að spóka sig fyrir fram að myndavélina hjá mér og þau voru alveg dásamleg og hringdu í mig þegar það var eitthvað að ske og svoleiðis byrjaði þetta allt saman. Ég man nefnilega eftir að þú sagðir að þú er aldrei getað almennilega tjáð þess að þú vildir hvorki á fiðlunni eða skrifa eða þangað til þú fékkst í hendu vídeóvél gast tjáð akkur það sem við bjóðu í brjósti eða misminni. Takka þið fyrir elsku systir. Kannski ættu þið bara að segja frá þessu allir saman. Já, þetta er alveg rétt, þetta var fyrir mér. Það var voða mikið svona frelsi að komast inn í þetta og það var enginn gert neitt á undan manni og það sem mér fannst best að gera var ekki aksepterað en einstæða hvorki af filmufólki, vídeofólki. Akkur fór ég ekki upp á 125. stræti þar sem að börn voru að deyja í umferðarslysum á götuhorninu á 8. og 125. Og mér bara datt ekki í hug, ekki bara börn að deyja allstaðar í heiminum, hvað ætti ég að vera að skipta mér að því ég get búið til myndir sjálfi í mínu eigin plássi og það er miklu skemmtilegri. Svoleiðis að það sem annað fólk sá sem vídeó, að maður geti flykt bara þarna myndavélni á öxl og farið að taka myndir sem var miklu komplíseraðra ef maður var í filmu, þá var ég ekkert sérstaklega spennt fyrir því. Mér hefur aldrei fundist gaman af sögum þannig. Til dæmis, ég veit ekki hvernig annað fólk lesa hann Halldór Kiljan, en ég lesa hann bara út af setningunum og því að allt inn í miðjunni þá hættir hann við sögun og fyrir að segja frá einhverju öðru eins og hvernig veðrið var eða eitthvað svoleiðis. Og svoleiðis hugsa ég, svoleiðis að einhver saga svona sem byrjar í miðju og endanum er ekkert spennandi fyrir mig. Og þá var ég komin næstum því bara með sjálfur mér
í hóp. Það voru kannski 5 af okkur sem ég vissi í allri Ameríku og það frá Chicago og San Francisco og New York. Við vorum að fá og við vissum hvort annað og við skildum að vídeo var eitthvað annað og miklu betra heldur en að bara taka myndir af slysum. Þú ert sem svona anti-fréttamaður. Já, þannig sjáum við sko hvernig mismunurinn var á milli okkar. En hérna, hvað klukkan? Já. Finnbogi komin. Ég var að segja Finnbogi að fá sér sæti. Já, þetta nafn hans mannins míns, já, þeir eru báðir Pétursinir og kannski skildir, ég veit það ekki. Við hittum þennan Pétursson fyrir, var það ekki 84 eða í einhvers staðar í Frakklandi, Suður Frakklandi. Þá kemur þessi dásamlegi maður til okkur og segir, ég Íslendingur og Viltu byrja kannski bara að spjalla núna og við systur þín að förum Já, fyrir fram á þig. fariði bara, það eru sæti hérna. Sko að þessar myndir eru teknar, þetta kallað eldrúnir og sýnt hérna á veggjunum. Það kom til að það var járnsmiður sem að bauð okkur að hjálpa okkur að gera ramma og þegar átt að borgunu þá sagði hann, nei, akkur kom ekki bara í verkstæði til mín og takið myndir og gerir mér svolítið svona prómó. Og ég fór að fara þarna til að gera þetta prómó og þá var allt svona gasalega skemmtileg sem hann var með. Hann var með eld og hann var svona pírómann, svona eins og ég. Og svo við lékum okkur að eldi í svona kannski mánuð, hann var nágranni. Og svo fór ég að hugsa að það væri svolítið gaman að heyra hljóðin í þessum járnsmiðasal þarna og líka að það væri gaman að stundum að setja bara mikrofón bara alveg á mótorinn ef það voru mótor eða hvað sem var að skeða þarna og það var svo mikið að hljóðum svoleiðis að ég sendi þá í gegnum svona hljóðprocessors sem að svona harmonizer og vocoder og svoleiðis drasl og þá komu allir þessi skemmtilegu hljóð og þá var ég komin í SMS, ég vissi ekkert hvað þetta gera við allt þetta, allar þessar myndir af búa til einhverja hluti eins og hérna einhverja skál. En hérna þetta setti það fyrir mig, ég var komin inn í ramma, maður var alltaf að hafa einhvern ramma, maður var einhvern veginn að þröngva sér inn í að hugsa að eitthvað fallið saman sem kannski ekkert fellur saman og þá var alltaf hljóðið sem að gætaði mig þegar ég heyrði í mynd svona hljóð þá passaði það við að hafa næstu mynd með svipuðu hljóði eða öfugu hljóði eða hvernig það var svo eins og þið heyrðu í byrjunni þá var þetta eins og tríó eftir Brahms kannski ég vildi að það væri nú svo gott og þá fer myndin byrjar á því að syngja þarna með logan og þá syngur næsta mynd eins og næsta mynd eins og svo það komnar í synkronisasjón alveg eins og Brahms
og halda áfram yfir í næsta stef. Svo þess að hún hugsuð svolítið þannig. Vitið hvað hann stór þetta tré, þannig að það svona langt. Svo vissi ég náttúrulega ekki hvað ég ætti að gera við það, hljóðið var svo fallegt, svo ég bara dúplíseraði það tvisvar sinnum yfir svo það yrði svolítið svona sterkara. Því að það er svo erfitt í gamla daga áður en maður fékk skjái svona, var að fá myndina nógu sterka með, og það var líka svar kannski við fyrstu spurningunni, akkur hafa svona marga mónitora, var það að maður var einhvern veginn að reyna að ná svolítum impact, sko. Já, allavega þá gerði ég það svona. Svo þessi mynd alveg valin út af hljóðinu.
Þegar að samstarfsmaður minn sem varð sá hvað ég var að gera, þetta járnsmiðurinn, hann heitir Tom Joyce. Þegar að hann fór að horfa á þessar myndir og sá að prómóið hans var bara komið til fjandans, þá sagði hann, ég kann nú svolítið svona trykk líka og sagði mér frá þessu að ef maður setti saman margar blaðsíður og setti svo lokksuðu tæki á það allt saman, þá myndu blaðsíðurnar brenna upp smán saman ein eftir eina og koma svona krumblast saman. Svoleiðis að þá var hann orðið mér meðvirkur og þar með vissi ég að við vorum eins í því að bara elska eld alveg hreint. Og þessi mynd sem þessi sem að þið voru bara búin að sjá, að hann sagði að væri líka voðalega sniðugt að vera bara með bensín, tanka svona, eða í lítilli könnu og fleygja því á jörðina, þá kæmi þetta svona. Og svo þurfti hann að fara í síman og fór í burtu og ég fór að gera þetta sjálf og ég gerði mest besta myndin þar sjálf og þegar hann kom tilbaka þá sagði hann, Guð minn, góður, veistu hvað þetta er hættulegt, þú geta brent sjálfa þig og myndavélina og eftir það þá var hann svona, leit hann svolítið eftir mér. En samt sem áður, nú erum við komin í stuði því að við höfum þetta að hann þekkti alls konar svona fín trykk til að gera ef hann hefði myndavél. Að gera þessar myndir þá þau sittum og hugsa akkur eiga þessar myndir að vera saman eða hinnar myndirnar og ég spila kameramúsík minnst hvort einu sinni í viku og þá var ég alltaf að hugsa í því ósköpunum setti þarna Mozart fyrstu fiðlu og selló saman og ekki lágfiðluna og þess vegna eru myndirnar ég bara stela frá þessum kallum af því það er svo gaman að hugsa sér að kannski gerir þetta bara alveg óvart. Þarna var Tom að undirbúa fyrir mikið eldadreifi og hann var að fá kólin sérstaklega heit með því að þjappa á þeim og þá kom alltaf dulsir reykur
og ég segi, bíddu, þetta er það sem ég vil fá. Og svoleiðis að þetta var eina af þessum fallegustu accidentum sem var komið fyrir. Allegro con brio. How are you búin? Takk Steina.
Ég veit að þetta er ekki uppáhalds en ég held að við verðum að lega fólki að spyrja spurningur úr sal. Svona aðeins ef það einhverjar. Já, kannski svona furðuleg spurning. Kannski svona furðuleg spurning. Er þetta það sem við sér núna, er það synesthesia? Ég veit ekki hvað það heitir á íslensku. Synesthesia? Já, eða er það, þú veist, hvað heitir það? A composition. Is it? Já, ertu að leita á eitthvað svona þýðing milli, þú veist, hljóð og mynd, eða er það meira gesamtkunstverk kannski? Já, það gaf maður að skulle spilja þessari spurningu því ég er ekki að sína estetik þannig en pabbi minn var og hann vissi ekkert að þetta var merkilegt. Hann fór að segja mér hvernig hann sæi músík og ég sagði, jæja, hvað heldur þú veitir? Og hvernig það flauta? Já, flauta svona bláleit, kannski lillablá og ég sé hvað ert að gera grína mér og svo fer ég að spyrja hann bara út alls konar svona hvernig hljóðfæri vinna saman og svo þess. Við fórum oft saman á konserta. Fyrsti konserti sem ég fór með pappa á symfóníunni var 1950, ég 10 ára gömul og hann tók mig alltaf með sér af því að mamma var svo mikið veik oft og þá voru til 2 miðar og þetta var alveg skil í mínu lífi að við spiluðu hérna Beethovens symfóníu nr. 7 og ég tek þetta mikið þetta er mikið atriði í mínu lífi að ég heyrði þessa symfóníu 10 ára gömul í Þjóðleikhúsinu og ég held þetta að vera í fyrstu hljómleikarsymfóníunar en ég er ekki viss. Hún byrjaði 1910 sem symfónían en hérna svoleiðis að ég hef því miður ekki sína estetíkuna en þetta er komposisjón. Ég var einmitt að útskýra það sko að mér finnst þetta að vera eins og hljóðfæri eða eitthvað sem að getur útskýrt frá músík. En það er náttúrulega aðalóta því að það er það eina sem ég sem ég veit, sem ég kann. Ég kann ekkert annað, ég hef aldrei farið á listaháskóla og ég var bara heppin að geta gert myndir sem voru svona, ég finnst það sko fallegar, margar og þá nýt ég þess að hafa þennan bakgrunn í mínu lífi og músík er enn þann dag í dag og hefur alltaf verið mitt aðal áhugamál. Og það er svoleiðis í allri minni fjölskyldu líka því að sko maður getur útskýrt myndir og maður getur útskýrt listir og maður getur útskýrt allt það er ekki takt að útskýra tónlist og hún er þarna þetta er svona gjöf frá herra og frú Guði sem að bara við fengum og við gerðum ekkert ráð fyrir held ég sko því með myndir þá maður veit hvernig myndir verða til og hvernig eru málaðar á kletta og málaðar allstar hafa alltaf verið og aðra listir en músíkin er alveg spesial og engum fjársjóði öðrum lík svoleiðis að ég halla mér að henni en frekar sko sem hækju af því að ég veit ekki hvað ég á að gera annars. Ok. Nei, mér er svo gaman að minnst þú kosti eitt sem ég man eftir var mjög skemmtilegt þú veist með það hérna niður í kjallara það sem stjórnaðir myndunum með strókum á fiðluna. Ertu nokkuð með það þannig á tölvunni? Það getur sýnt. Já, en ég... Eða þá er þetta kannski hérna til á safnunni niðri. Er það ekki? Ég hef séð það niðri, jú. En... Er það ekki Violin Power sem hún er að tala um?
Þetta var pínlítið öðruvísi að þetta var, þú varst að spila þarna beint og ég man ekki alveg, ég man bara að þetta var svo áhrifað mikið. Manstu ekki eftir þessum tónleikum? Það var þegar Róska kom og faðmaði þig. Það var nákvæmlega þar sem Vatnsorkustofa er núna, það var það herbergi sem var nú ekki mjög gott fyrir installasjón af því að það var svo lágt undir loft og svona, en af því allir sita í Vatnsorkustofu þá verður hátt undir loft og mér finnst þetta herbergi hafa hefnast mjög vel og ég sánaði að þetta þarna, en svo við tölum aftur violin power eins og það kallað, að það kemur allt út frá því að eins og ég segi, ég verða að orientera mig eftir hljóði og eftir spili og eftir hljóðfæri og svo framvegis, að ég uppgötvaði það mjög snemma að fyrst voru hljóðbylgjurnar og svo allar bylgjurnar og ég tekið eftir það margt fólk sem ekki þekkir allar bylgjurnar og veit ekki að þetta byrjar á bylgju númer 1 og svo koma 50 hertz í Evrópu og það þá 50 bylgjur á sekundu og það það sem heldur myndinni á þessum fleti og svo kemur 5 sinnum það, 6 sinnum það í Evrópu, það svolítið öðruvísi í Ameríku og þá varum við komin upp í 15.750. Þekkir þetta ekki Finnbogi? Já. Já. Og svo heldur þetta áfram upp í AM og FM og svo kemur inn í sjónbylgjurnar sem að byrja á infrared eða undir infrared hiti og svo fara þær í gegnum það sem að núna er flaggkomana held ég, fer bara alla leiðin í gegnum það og endar þarna uppi á út fjólubláu og svo heldur það áfram og maður fer út í geim og allt maður svo þess. Þetta var spekulasjónir sem við alveg fórum með okkur þegar við byrjuðum í vídeo, að við vissum svo lítið þennan heim, en þetta allveg allur heimur og þetta í kringum okkur eins og bara í þessu herbergi núna eins og stendur og svo allir símarnir og allt saman. Þetta náttúrulega alveg bara eins og trúarbrögð og við höfum okkur þannig, okkur fannst við hafa verið frelsuð eins og maður kallar það, eða fengið epiphany, eða hvað sem við viljum kalla það, þetta var, eða bara að verða ástfangin, við urðum ástfangin af þessu öllu systemi, svo leys að ég hef gert mjög fáverk sem eru ekki beint hljóð til myndar og þá það 3 leiðir, það annarkvort að taka það sem að myndin og taka út úr henni bylgjurnar og gera þær að audio-bylgjum svo sem maður geti heyrt þær, eða maður geti byrjað á audíónu og stýrt myndinni með því, eða maður geti tekið uppsprettu fyrir utan og hann látið þessa uppsprettu ráða bæði mynd og hljóði. En þess vegna fór ég að hugsa að ég gæti spila það, en fiðlan nálægt sine wave, sinus bylgju, en ekki alveg, svo þess að ég varð að fara með henni gegnum filter til að fá hljóð sem ég gæti nota til að stýra myndinni. Svo að það svara spurningunni, það ekki? Já. Við erum með tíma fyrir einu spurningu viðbútt og Halldór Björn búin að biðja mikrofónin. Mér langar bara að athuga hvort þú getur líka kommentað eins á þetta starf niðri í Vatnsorkustofu. Ég veit þetta mjög dýrmætt fyrir þig og Woody og kannski bara nokkur orð það og svona framtíðarsýnin okkar. Já. Þakkaði fyrir þessa frábæra og yndislegu yfirreið yfir verkið. Halldór minn, þú ert alltaf bara minn lover number 1. Ég bara þakka auðmjúkur.
En mér fannst svo gaman, sko, þú nefnir Brahms og þú nefnir Mozart og fleiri og sko, mér dettur bara eitt í hug þegar ég sé byrjunina þarna á Pyroglyphs og það bara rínargullið þetta Wagner. Það sko það sem að dvergarnir að berja stefjana Almáttuga menn. út og títt. Þetta Wagneríst og mér finnst gaman að heyra þetta að þú sjálf ert ekki með svona neina, eða telur ekki vera með neina svona samskynjun en að pabbiðin hafi verið þetta að sjá liti í tónum og öfugt. En mér langaði að spyrja þig, sko, hversu byrjar tónnin eða byrjar myndin? Þetta ekki dálítið leikur forvitni á að vita hvað þú segist vera leitt áfram af tónlistinni frekar heldur myndinni en það er kannski vitleysa. Það getur verið hvort tveggja eða bæði, sko, bara einhvern veginn þá fer maður, sko, eins og ég sagði, ég hef tóman koll þegar ég byrja, ég veit ekkert hvað ég ætla að gera og svo fer ég bara að hugsa, hvernig ef ég setti þetta við þetta og hvernig verður það að snúa þessum, skrúfnagla eða hvað sem nú kallað, knob á ensku, að þá tekur annað venjulega yfir og það er líka gaman að geta maður horta á heilan á sér sjálfum og sagt hvernig í ósköpunum nú ég er ekki búin að heyra þetta, ég er bara búin að sjá þetta og svo skiptir maður og fer yfir að sjá ekki eða að sjá og svo framvegis að þetta kemur manni í svona svolítið sérstakt hugsunarhorn finnst mér sem mér líkar vel við að vera í. Ég veit ekki hvernig ég var svo að ræsa spurningunni, sorry. Steina, ég var enda sem bara nokkrum orðum að þú getur sagt okkur aðeins svona frá svona þínu upplifun með að koma verkunum til Íslands, hversu svona mikilvægt þetta er fyrir ykkur að hafa þetta arkíf og það sem fólk er að vinna í að skrásetta gögnin ykkar og það er með líka með þessu samstarfi milli Tékklands og Bandaríkjanna, Boulder. Bara svona nokkur orð og svo bara ætla ég að þakka ykkur fyrir. Ég held að við endum bara á þessum orðum þínum. Já, þetta er náttúrulega alveg pjúra lúxus, sko, að vera komin hérna og hafa fólk að vinna að verkunum okkar. Það er mikið eftir að gera því að líklega eftir það sem eftir ræfinar þá verði ég mest í því að vinna úr þessum myndum sem ég er með. Og því mér þykir ekkert lengur það gaman að vera með myndavél eins og mér alltaf fannst það stórkostlegt að það kannski að þeir eru orðnar svo góðar, myndavélar orðnar alltaf góðar. Það er hægt að sjá bólurnar á kinninni á fólki og svo framvegis. Ekkert varði það. En að innleitinu þá hef ég alltaf verið heppin og ég veit að ég sé fólk sem er heppið og ég þekki líka fólk sem er óheppið og maður veit aldrei hvaðan það kemur og akkur það er svona að sum okkar synda í gegnum lífið og aðrir hafa það svo erfitt því að mér fannst sko alltaf þegar ég byrjaði í vídeó einhver tíman uppgötar og fólk þetta sama og ég og finnur hvað þetta er dásamlegt og ég þarf ekkert að hugsa það því að ég var aldrei að tróða mér áfram í listaheiminum eða reyna sko að fá einhverja peninga fyrir að mér fannst að vera alveg reynd bara ómögulegt og það myndi aldrei ske kannski en að hinleitinu þá myndi verkin smán saman síast út án minnar hjálpar og ég ætti ekkert að vera að hafa neinar áhyggjur af því og hef ekki gert það svoleiðis að við höfum alltaf lifað í svona sæmilegri fátækt, ekki of mikill við þurfum aldrei að hungra og get ekki klætt okkur og svoleiðis en það hefur alltaf verið vantun á peningum og gert mikið af því að svona reyna
eins og þegar við byrjuðum og tókum öll tækin frá atvinnuveitanda út í svo varum hún komið þau heim en það er kallað held ég að stela og við gerðum og ég tekki enga listamenn sem ekki gera það já og svo gera listamenn líka aðra hluti svona eins og að fara upp einstefnu aksturgötur sem eru niður eftir það er einhvern veginn það liggur í því og allt sem maður þarf að gera er að segja ég er listamaður, maður þarf ekki að vera neitt en þegar maður komið þessa attitúd já við getum alveg brotið reglunar að því að við erum svo sérstök svo við höfðum aldrei neinar áhyggjur af því þó að við værum fátækt að við yrðum ekki einhvern tímann rík og svo erum við núna að verða rík og líka út af þessari vatnsalkastofu það er alls konar fólk sem vill kaupa og vissum að við náttúrulega ekkert vissum og það allt saman svo ég hef alla mína ævi flotið á einhverju heppni og það hefur alltaf þegar mig vantar eitthvað þá kemur það ef ég þarf að tala við einhvern þá hringir þessi einhvern í mig já ég sé það á okkur að sem ykkar hafa þetta sama það er mín útskýring Kristín mín, viltu segja þeim að fara heim?